Já. Ó, þetta ekki að grínast. Þetta ekki svona mikil klaufullar. Þessu... Taka... veit ekki... 7, 8 held ég. 8. Hæ, hvað segið þið? Verið velkomin aftur hérna að víðtækjunum. Hvernig víðtæki þið eru með skiptir engu máli. Hvort þið séu símanum ykkar eða tölvunni eða hvað sem er. Hvað ætla ég að gera í kvöld? Ég ætla að búa til svona ofnpönnu fullt af fallegum litum og skinku og eitthvað svona og svörtum baunum. Svarta baunir eru svona baunir sem eru oft notaðar í mexíkanskri matagerð. Svakalega góðar. Já, þetta er svona diskur þegar þú ert með fullan ísskáp af mat sem gengur eiginlega ekki saman en þú getur ekkert bara þrusað ykkur saman. En ef ekki að henda inn, núna bara hvað innihald? Eða hvað sem er? Hvað ég mun henda í hérna rétt? Sæt kartafla, paprika, ferskt korn, mér finnst ferska alltaf betra, en það má líka alveg nota í dós, tómatar, egg, ég var smá skinku-afgang, einn laukur, cilantro, þetta er kóríander, kæjanpipar, chiliflögur, kominn, svartur pipar, helst grófmalaður, reykt paprika, stjarna þáttarins, svörtu baunirnar. Svona lauk til þess að skreita eins og endan til þess að fá smá grænalit. En svo þurfum við náttúrulega ólífuolíu og salt. Þetta er allt sem þarf. Við þurfum að byrja á kornið sem er hann einhvers staðar undir. Þetta. Það er kornið. Til þess að taka utan á svona korni er bara snirtum aðeins hérna endan, tilbúin til suðu, en ekki setja salt í vatnið. Svo bíðum við bara. Ég ætla bara að taka þetta í burtu þannig að ég get haldið áfram með hitt. Já, ég gleymdi einu. Setjið ofninn á 230 gráður. Og það er rafmagni haldið hérna. Næst ætla ég að flysja þessa. Þetta er náttúrulega miklu betra að flysja með minni hníf en living on the edge maður. Skerum þetta í eitthvað slags svona skemmtilega bita. Skera helling meira. Ég er að gleyma einu. Gleymdi ég að kaupa það meira sér. Nei, gleymdi hann að setja fucking kúlhýtin í töskuna. Andskotans, gleymdi. Andskotans mörðurinn. Smá klúður, en ég keypti 2 kúrbíta, en þeir eru ekki rataði í pokan, held ég. Þannig að ég set bara 2 svona í staðinn sem það hefði verið gaman að hafa græna litina í, en eins og ég segi, þá er þetta svona réttur svona sem þú getur bara tekið eitthvað úr gælnum og sett í. Svo er paprika. Svona.
Svo sé ég að setja smá lauk. Sko, þessi réttur svolítið mikið bara textúr. Eða svona, hvernig... Nú ég komið með svona nokkra teninga, þannig að ég ætla að vera með svona lengjur í þessu. Sker skinkuna. Þetta sé gott. Hrikalega góð þessi skinka. Hvað sé þessi? Þessi sé bara tilbúinn. Þannig að það sem ég ætti að gera að bara taka þetta af. Skella upp pönnuna á. Smá olífölju og þá ég í rauninni bara byrjar að preppa fyrir ofni. Gapandi botni. Ég ætlaði eftir að vera svolítið fallegur litur á þessum rétti. En ég mun sakna kúrbítsins, það er á hreinu. En já, ég get kannski bara sagt ykkur á meðan við erum að bíða að þið hafa náttúrulega getað hort á svoð bara á sjónvarpi Símans. Það er hægt líka en það er alltaf það er voða gaman ef þið eru að horfa á sjónvarpi Símans að svona reglulega kíkja inn á samfélagsmiðla svoðu líka og svona klikka á læka og svona bara þannig að fleiri fólk getur séð og ég geti haldið áfram að búti þetta. Það er náttúrulega snýst það að fá fólk til þess að horfa. Jæja. Svona. Þetta eru nokkrir fallegir litir hérna. Hendum svörtu baununum hérna yfir. Svo er það bara það sama á í Mexíkó þættinum. Og svo krönsið bara svo miklu betra. Það er smá salt. Svo er það hérna reykt paprika. Og svo svartur pipar. Komin svona cirka teskið af hverju. Og svo er það cayennepipar. Þetta því svona niður. Svona chili flakes. Herru, þetta fer svo bara inn í ofn, 230 gráður. Ég myndi halda svona hálftíma. Á undir og yfir hita. Ég geti kannski tekið ykkur með hérna. Jæja, það sem ég ætla að lyktin núna svaðalega góð hérna upp í stúdíói. En það sem ég ætla að vera með er ekki flókið. Ég ætla bara að vera með svona kálhaus, ekki heilan. Þetta er bara smá parta á honum. Svakalega fínt. Út í þetta set ég hvítvíns-edik, frambós-edik, sem ég man nú ekki hvað er á íslensku, bara eiginlega veit það ekki. Þetta er salt, pipar. Þessu nuddum við svona saman og mun mýkja aðeins upp í kálinu. Þannig að þetta verður svaka gott svona crunch
ofan á það, því að hitt verður ábúinlega allt mjúkt og gott. Þetta verður svona... Þá er bara að bíða aftur. Við sjáumst bara eftir. Heyrðu, nú er þetta... fer þetta alveg að vera tilbúið. Ég veit ekki hvað að gera. Svo er hægt að setja þetta, þetta er bara sprátað mjög vel sko. Nú er hægt að setja þetta bara í mold og þá heldur þess bara áfram að gróa upp. Endalaust þessu. Ég hætti við tómatana. Svona rúlla ég bara. Svona lítið þetta út núna. Þetta er fallegt, skemmtilega litir. Búa til hólur hérna í. Eina hólu hérna, svona 4 hólur. Hérna er ég með egg. Það er bara hérna. Salt. Og egginn. Bara á egginn. Og smá pipar. Svo fer þetta bara inn í ofn aftur í svona cirka 7 mínútur. Ef þið viljið hafa harða rauðu þá lengra, en ef þið viljið ekki hafa harða rauðu þá bara styttra. Nú er bara komið að loka líknum. Það er bara smá lauknum hérna yfir. Lyktin er alveg fáránlega góð hérna. Það er ekki gott. Svona geti svona diskur litið út. Ekkert að vanda en að fá sér bara. Sjáðu það, svartar baunir. Hérna er mjúk sæt kartöfla. Þetta er alveg þrælholt. Næstu í of. Fullkomin tímasetning. René var að koma heim. Þetta er svakalegt. Það var að fá sér meira. Já, kannski þetta var aðeins svo langur tími, en þetta er samt, hún er ennþá mjúk. Sjáðu hérna, hún er aðeins, ég hefði viljað hafa hana, en hún er ennþá mjúk. Gulan er aðeins of. Stamningin er pínu, þetta er mjúkt. Þetta er hérna. Og þetta gefur svona mjúkt og svona þungt á bragðið. Þetta er svolítið svona létt og súrt einhvern veginn út af öllu. Þannig að þetta er alveg hrikalega gott. Og ég þakka ykkur bara fyrir að horfa og hérna, ég hlakka til bara að sjá okkur í næstu viku. Sama hvað verður þá. En við bið ykkur kannski að læka, deila og sharea. Og hérna, og já, sjáumst í næstu viku. Sjáumst. Þá er ég mættur aftur hérna í settið. Já, mér langar að tala svörtu baunirnar sem ég sett í. Þetta er nefnilega samkvæmt internetinu. Er þetta alveg, hvað maður að segja, galdramatur. Það er náttúrulega alhæfa en oft kallar. Þið fóið og póið yfir hlutum sem það eigi ekkert endilega að vera fóið og póið yfir. Til dæmis svörtu baunirnar er eitthvað sem þið ættu að borða. Út af því, sérstaklega ef þið eru með smá vandamál þarna niðri. Þeir svona minnka líkurnar á þessum svona risvandamálum. En hættum þessu bulli. Ég ætla að fara að gera næsta þátt. Bara takk fyrir mig og við sjáumst síðar.